Hvaða naf hefur hafið svo íþrótt er þér kallið skáldskap? Það voru upphöf til þess að guðin höfðu ósætt við það fólk er vanir heita. En þeir lögðu með sér í friðstefnu og settu griða á þá lund, að þeir gengu í hvori tveggju til einskers og spýtti í hráka sínum. En að skilnaði þá tóku goðin og vildu eigi láta týnast það griðar mark og sköpuðu þar á mann hét Kvasir. Kvasir var svo vitur að enginn spyr hann, þeirra hluta eigi kann úr lausn. Þá buðu honum tveir dvergar í heimsókn sem hétu Galar og Fjalar og þeir kölluðu hann á einmæli. Svo drápuðu þeir Kvasi. Þeir létu blóð hans renna í 3 ker og 1 ketil sem hétu Són, Boðn og Óðrerir. Svo blönduðu þeir út í blóðið hunangi til að gera það að miði. Dvergarnir báðu þá í heimsókn jötnahjónum, þeim Gyllingi og konu hans. Dvergarnir buðu Gyllingi út á sjó næsta dag. Þá reru þeir að boða, en skipinu hvolfdi. Gyllingur var ósyndur og týndist hann. Dvergarnir réttu skip sitt og reru til lands. Dvergarnir sögðu konu Gyllings frá atburðinum og hún var ekki glöð. Fjalar bað konu Gyllings að horfa út á sæinn þar sem maður hennar drukknaði til að huglétta sig. Þá bað Fjalar Galar að fara og láta hvern stein falla á höfuð kettlingarinnar út að hann þoldi ekki ópin í henni. Þá kom Suttungur, bróðursonur Gyllings, sem var búinn að frétta hræðilegu örlög frænda síns og konu hans. Suttungur kvaðst ætla að skilja dvergana eftir á skeri ef þeir myndi ekki borga fyrir dauða frænda síns. Dvergarnir buðu Suttungi mjöðinn og hann tók því. Sjásagar til þess að Óðinn fór að heiman og kom þar 9 þrælar slógu hey. Óðinn bauðst til að brýna ljá þrælana og þeir þógu það. Þá dró hann upp hein sem var töfrahein. Þrælunum fannst þá ljárnir bíta svo miklu betur að þeir vildu kaupa heinina. Óðinn tók þá upp á því að kasta heinin upp í loft og í öllum æsingnum þá skáru þrælarnir hvorn annan á háls og steindrápust. Óðinn breytti sér þá í líki þræls sem hét Bölverkur.
Bölverkur fór þá á fund jötuns sem hét Baugi. Baugi var bróðir Suttungs. Baugi kallaði illt fjárhald sitt vegna þess að þrælarnir hans 9 drápust. Bölverkur sagðist þá geta unnið fyrir Bauga 9 mannsverk á einu sumri, en að launum þá myndi hann fá sopa af miði Suttungs, bróðir Bauga. Og sumarið vann Bölverkur 9 mannsverk. Að loknu sumri fór Bölverkur til Bauga og kvaðst heimta leigu sínar. Baugi sagði þá að þeir skyldu halda til Suttungs og þeir gerðu það. Fara þeir þá til Suttungs til að biðja sopa af miðinum. Suttungur harðneitar því. Þá vill Bölverkur svíkja Suttung og fær Bauga með sér í lið. Bölverkur dró fram nafar sem hét Rati og lét Bauga hafa og bað Bauga að bora gat á fjallið. Þegar Baugi var búinn að bora í fyrsta sinn, þá prófaði Bölverkur að blása í holuna sem Baugi boraði, en þá fann hann hvernig spænirnar blésu á móti honum. Þá bað hann Bauga að bora aftur. Þá blés Bölverkur aftur, en þá fann hann hvernig spænirnar blésu ekki á móti honum. Þá breytti hann sér í orm og skreið gegnum holuna, en Baugi boraði á eftir honum. Þá kom Óðinn að Gunnlaugu. Hún geymdi mjöðin fyrir föður sinn, Suttung. Óðinn vildi þá fá sopa af miðinum sem Gunnlaug geymdi, en hún sagði að hann mætti það ef hann myndi sofa hjá henni í 3 nætur. Og að hverjum morgni þá myndi hann fá sopa af miðinum. Að fyrsta morgni drakk Óðinn allt úr óðreyri. Að öðrum morgni drakk Óðinn allt úr boðn. Og að þriðja morgni drakk Óðinn allt úr són. Þá brá Óðinn sér í Arnarham og flaug til Ásgarðs. Suttungur sá þá hvar Óðinn flaug og flaug á eftir honum. Æsirnir voru svo tilbúnir með ker. Óðinni brá svo þegar Suttungur nálgaðist að þegar hann var að gubba miðinum þá kúkaði hann aðeins á Suttung. Þetta kallast skáldfíflahlutur.